Ég set fund númer 219 í bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga. Til fundarins eru mættir allir aðalmenn í bæjarstjórn að undanskildum bæjarfulltrúanum Birgi Erni Ólasyni en í stað hans situr varabæjarfulltrúinn Ingþór Guðmundsson. Fyrsta mál á dagskrá er lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga og ég ætla að gefa orðið laust þessa lántöku ef einhverju vilja tjá sig. Nú ef svo er ekki þá ætla ég ekki að lesa þennan hefðbundna texta sem fylgir yfirleitt svona málum en það mun fylgja bókun með þessum hefðbundna texta í fundargerð sem að mun koma eftir fundin. Og ég ber þetta mál þá bara upp til samþykktar og það er samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá eru viðaukar 2024 og ég gef orðið laust. Ég ber málið það upp til samþykktar og það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál eru reglur styrki til greiðslu fasteignaskatts. Ég gef orðið laust. Gunnar, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þannig kannski fara bara aðeins stuttlega yfir svona tilúr þess að þetta mál er hér lagt fram. Ég veit að það hefur verið einhver umræða um það. Tilgang þessara reglna, en svona í mjög stuttu máli að þá ber í rauninni sveitarfélögum skylda að setja slíkar reglur. Við búum í rauninni við mjög strangt lagaumhverfi og stjórnarskrá bundið hvað varðar heimildir sveitarfélaga til álagningar skatta. Það er að segja, í opinbera má aldrei leggja á skatta nema með lögum, en að sama skapi má heldur ekki afsala sér skatttekjum. Ein af fáum undantekningum frá þeirri reglu snýr að styrkjum til félagasamtaka sem eru þá rekin ekki í hagnaðarskyni og í svona samfélagslegum tilgangi, en ef að sveitarfélög vilja nýta sér þá undan þá í lögunum að þá þurfa að liggja fyrir staðfestar reglur sveitarstjórnar framkvæmd slíkra styrkveitinga. Og þau drög sem eru hér lögð fram, þau eru bara í samræmi við almennt regluverk sem gildir í sveitarfélögum á Íslandi. Langflest sveitarfélög, ég þekki nú reyndar bara eitt sveitarfélag sem ekki hefur slíka reglur, sem að tók formlega ákvörðun það á sínum tíma, fyrir 20 árum síðan, að veita ekki slíka styrki og það er jafnframt stærsta sveitarfélag landsins, sem er Reykjavíkurborg. Það þýðir ekki það að Reykjavíkurborg styrki félagasamtök minna en önnur sveitarfélög, heldur var einfallega tekin svo afstaða hjá því sveitarfélagi að láta einfallega alla greiða skatta og gjöld en styrkja þá mögulega félagasamtökin með beinum styrkjum. Þannig að þau hefðu í rauninni bolmagn til að greiða. En þetta er nú svona lykilreglan að hafa þetta svona. Þetta á ekki við mörg félagasamtök, þetta á þetta bara við félagasamtök sem að eiga fasteignir og það er svo ekki mikið þetta að segja, en þarna er komið svona ákveðin rammi framkvæmdina, hvernig á að standa að umsóknum og afgreiðslu þeirra. Takk fyrir þetta Gunnar. Eru fleiri sem vilja tjá sig reglur styrki til fasteignaskatts? Nú, ef svo er ekki, þá leita ég eftir samþykki við þetta mál og það er samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá er ársreikningur 2023 og ég gef orðið laust ársreikningin. Einhver sem að kýsa að tjá sig hann? Gunnar? Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er alltaf stór dagur í hverju bæjarstjórn þegar lagður fram ársreikningur. Með þeim fylgja svona misgóðar fréttir, eðlilega. Stundum fela því í sér mjög jákvæðar fréttir og stundum ekki. Það er nú bara eins og gengur í rekstri sveitarfélaga, heimila og fyrirtækja og allra annarra. Ég ætla nú ekki að fara mjög djúpt í niðurstöður ársreiknings en svona bara í grundvallaratriðum að þá get ég sagt það að afkoma
á síðasta ári, hún var talsvert betri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Það munur ansi miklu litlu á því að sveitarfélagið sé yfir núllinu og það hefði verið ánægilegt ef að rekstrarniðurstaðan hefði verið í plús, þá hefði það verið í fyrsta skipti frá árinu 2018. En endaleg niðurstaða er svo að samanlagður rekstur á B-hluta var tæpar 4 milljónir í mínus á síðasta ári, en áætlanir gerður ráð fyrir að reksturinn yrði talsvert mikið meiri mínus eða tæplega 60 milljónir. Þannig að sveitarfélagið er klárlega á réttri leið, en ég vil hins vegar nota þetta tækifæri til þess að vara við of mikilli bjartsýni. Ég held ég get alveg að endurteki ræðuna frá því á sama tíma í fyrra að til leytinu til að við erum að gera réttar hluti, en við erum ekki komin að loka takmarkinu. Ég get líka sagt frá því að skulda viðmið sveitarfélagsins, sem er rauninni skulda viðmið samkvæmt reglugerð, sem hlutfall af heildartekjum sveitarfélagsins hefur lækkað talsvert á milli ára, er 65,9% í árslok 2023 samanborið við 83% í lok síðasta árs. Og einhver myndi nú segja að það gæfi merki bjarta framtíð, og það er svo sannlega rétt. 69,7%, ég var að horfa á afhlutan, ásakið. Það er rétt. Takk fyrir þessi ábendingu, forseti. En skiptir þó engu að það er þessi hlutföll sem að skipta máli. En ég vil hins vegar árétta að það eitt og sér segir ekki alla söguna. Hlutfall skulda af heildartekjum vissulega gefur ákveðna vísbendingu það hver staða sveitarfélagsins er með tillit til framtíðar getu til fjárfestinga og lántöku, en verkefnið okkar síðustu misseru ár hefur fyrst og fremst snúið að því að auka framlegð í rekstri sveitarfélagsins. Þannig að sveitarfélagi skili nægjanlega miklu á hverju ári til að standa undir fjárfestingum. Þessar tvær breytur þarf alltaf að horfa á í samhengi. Hvað er mikið eftir þegar öll rekstrarútgjöld hafa verið greidd og sömulegis fjármagnskostnaður til þess að greiða af lánum og til þess að fjárfesta í nýjum innviðum. Og það hefur svo sannarlega gengið vel líka að auka framlegð í rekstri sveitarfélagsins. Lengi vel að þá var veltufé frá rekstri neikvætt í rekstri sveitarfélagsins Voga, en á síðasta ári að þá nam veltuféð tæplega 190 milljónum króna, og það er gríðarlega mikill viðsnúningur. Frá síðasta ári þegar veltuféð frá rekstri var 70 milljónir, og nú man ég ekki svona í fljótu bragði hvað það var árið þar á undan, en árabil og þá var veltuféð neikvætt. Það þýðir á einföldu máli að reksturinn var ekki að skila nægjanlega miklu, eða í rauninni neinu, til að greiða niður afborganir af þeim lánum sem sveitarfélagið hafði þó tekið. Þannig að ég held að það megi í rauninni nota sama orðalag niðurstöðu þessa árs og við notum í fyrra, að það er klárlega bati í rekstri sveitarfélagsins. Og það er áætlanir sem var lagt upp með á sínum tíma að reyna að halda útgjöldum eins mikið í lágmarki og mögulegt væri, halda í rauninni fjárfestingum í lágmarki líka, og innleysa þann tekjuauka sem að augljóslega og eðlilega kemur með fjölgun íbúa, að það hafa, maður segja bara að það hafi tekist. En það hefur auðvitað þýtt að það hafa allir þurft að hlaupa örlítið hraðar. Þetta er bara alveg eins og í heimilisrekstrinum. Og það má gera ráð fyrir því að nú þegar íbúum sveitarfélagsins hefur fjölgað verulega á síðustu mánuðum og misserum, að útgjöldin vaxi að einhver leyti hlutfalli við þann vöxt í íbúafjölda. Ég ætla ekki að fara mikið nánar yfir þetta, en kannski vil einhverju fleiri bæta við. Takk fyrir.
Já, takk fyrir þessa góðu yfirferð. Það eru vissulega jákvæð teikn á lofti í rekstri sveitarfélagsins sem bara mjög ánægjulegt. Það mun betri staða sem stöndum frammi fyrir núna heldur en fyrir ári síðan. En eins og Gunnar var að fara yfir þá alveg fyllsta ástæða til þess að gæta aðhalds áfram. Það eru miklar áskoranir sem blasa við okkur framundan og mikill vöxtur í sveitarfélaginu og ýmislegt sem þurfum að takast á við. En vissulega gefur þetta svona góð fyrirheit að við erum á réttri leið. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir ársreikningi? Og ef að svo ekki þá ætla ég að lesa upp bókun bæjarstjórnar sem mun fylgja honum. Ársreikningur sveitarfélagsins Voga fyrir árið 2023 nú lagður fram til fyrri umræðu bæjarstjórn. Samkvæmt honum námu heildartekjur samstæðu A og B hluta 2.095 milljónir króna á árinu borið saman við 1.912 milljónir króna samkvæmt áætlun. Rekstrargjöld samstæðu námu 1892 milljónir króna samanborið við 1790 milljónir króna samkvæmt áætlun. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir var jákvæð 202 milljónir króna en áætlun gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða yrði jákvæð 122 milljónir króna. Rekstrarniðurstöða að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða var neikvæð tæplega 4 milljónir króna sem eru 55 milljónir krónur betri rekstrarniðurstöða en áætlað var. Skýrist betri rekstrarniðurstöða samanborið við áætlanir, einkum á hærri tekjum en áætlað var. Verðbólga var meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir og hefur það neikvæð áhrif á annan rekstrarkostnað og fjármagnsliði og þar með afkomu. Veltufé frá rekstri nam 189 milljónir króna á árinu sem umtalsverð aukning frá síðast ári þegar veltufé frá rekstri var 70 milljónir króna. Fjárfestingar á árinu að teknu tilliti til innheimtra gatnagerðargjalda námu 122 milljónir króna. Stærsta fjárfesting ársins var í fráveitukerfi sem nú að mestu lokið. Framkvæmdir vegna nýs heilsugæslusels frestuðust til ársins 2024 sem helsta skýring fráviks 20 milljónir króna frá áætluðum fjárfestingum. Í árslok var handbært fé 154 milljónir króna borið saman 234 milljónir króna í ársbyrjun. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð í árslok 2023 var 69,7% borið saman við 83% í árslok 2022. Og að þessum lestri loknum ætla ég að bera þennan ársreikning upp til samþykktar. Takk fyrir Ingþór. Bera hann upp til seinni umræðu. Það víst bara þannig. Vísa hann til síðar umræðu. Og við gerum það svona, það ekki. Takk fyrir. Og takk fyrir þetta Ingþór. Gott að hafa annan mann á vinstri hönd. 5. mál. Kirkjuholt lóðaúthlutun 2024. Einhver sem kýs að tjá sig það mál? Og svo ekki, þá ber ég það upp til samþykktar og það samþykkt samhljóða. 7. mál, deiluskipulag og uppbygging á reit IB5. Við ekki orðið laust þetta mál. Enginn sem að kýs að tjá sig það. Þá gef ég orðið laust. Þá ber ég upp til samþykktar sig og það samþykkt samhljóða. Þá komið að fundagerðum, en fyrir fundinu liggja eftirfarandi fundagerðir til kynningar og umræðu. Það fundagerð skipulagsnefndar frá 16. apríl, fundagerð bæjarráðs frá 13. apríl, fundagerð bæjarráðs frá 17. apríl og fundagerð frístunda- og menningarnefndar frá 19. apríl. Og ég gef orðið laust allar þessar fundagerðir hér í einu. Eva, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við langar aðeins að staldra við 113. fundar hjá frístund- og menningarnefnd. Það mál 1 og 5 en þau tengjast og þau tengjast landsmóti UMFI 50+.
Mig langar að benda á upplýsingafundin sem á að vera á mánudaginn. Nýbyrjað að umlýsa hann, þannig að ég held að það sé bara ágætt að við svona pínu höldum þessu svolítið á lofti vegna þess að það er mikill heiður að fá þetta verkefni og það er margt sem þarf að gera. Þannig að mér langar svolítið að hvetja bara bæjarbúa til að mæta á hana fund klukkan 8 á mánudaginn í Álfagerði. Þar verður farið meðal annars í gegnum bara hvaða greinar í boði og bara og það verður bara kynnt svona í heild sinni og svo náttúrulega þarf fullt af sjálfboðaliðum. Þannig að bara allir þeir sem hafa áhuga bara hvetja til þess að koma og svo í þessu samhengi þá er plokkdagurinn, stóri plokkdagurinn á sundaginn. Þannig að ég hveti allar til þess að taka þátt í þeim degi og og aðeins að fegra fallega bæinn okkar. Þannig og það er hægt að fara í Lions-húsið á sundaginn og fá poka og tínur. Þannig að held að vera heitt á könnunni, þannig að bara hvet líka allar til þess að koma því að margar hendur gera léttverk, þannig að takk. Takk fyrir þetta Eva og takk fyrir hvatninguna. Gott að koma upp og vekja máls á þessu. Öll viljum hafa bæinn okkar fallegan og og þetta er náttúrulega bara stórt mál sem að sveitarfélagið og ungmennafélagið takast á í sumar að halda þetta landsmót og ég bara tek undir þín orð og bara hvet sem flesta til að mæta á fund og láta ekki sitt eftir liggja við að taka þátt og vera með í þessum undirbúningi og framkvæmd. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundagerðum? Og ef að svo er ekki, þá ætla ég að segja þessum fundi slitið við Hamarsök.